fyrir naumt tap. En þetta var bara close leikur eins og hinn. Hvað er að gerast hjá okkur hér í dag? Bara þegar við erum komnir upp 11-12, þeir taka leikli og kom út úr leikliðinu með 2 þrista í röð. Við náðum ekki að svara því og svo er þetta bara svona onni uppur leikur, skilur og þeir settu stór skot í lokin, Emil setti risaþrist þarna og sem að komum upp 3 og þá var þetta svona erfitt þegar það var svona lítið eftir. En já, ég meina CJ fekk fullt af tækifærum til þess að halda okkur við efnið. Ég sjálfur hefði kannski átt að taka meira tíminn í fjórðuleikluta og ég verð bara að eiga það við sjálfa mig. Og svona er þetta stundum, ég meina gangi ekki allir hlutur upp. Við gerum allavega meiri seri úr þessu heldur en flestir hefðu haldið og við getum verið stoltir af því þótt að við vorum komin með hausinn algjörlega í að vinna þennan leik og komast áfram og auðvitað er svekkjandi. Nú náðu að setja saman 3-4 góða leiki núna eftir svona misjafnt gengi núna eftir áramót. Hvað er það sem að vantaði upp? Núna í þessu leika þá vantaði... 5 minútur í viðbót? Nei, kannski bara sleppa að spila fjórðuleikluta með við hvernig við vorum í sérstaklega í þriðjuleikluta en það er ekki hægt að segja það en það vantaði ekki mikið upp á. Við fengum það sem við vildum, við vorum að leita því sem við vildum og stundum bara ganga hlutin ekki upp og við reyndum eins og við gátum, við gáðum hörku seríu, ég meina þeir skora ég veit ekki hvað þetta endaði, 71 stig eða eitthvað. Við sýnum það allavega að við erum hörku varnarlið en við þurfum bara hefðum þurft að skora meira og eins og ég sagði á hann að ég hef kannski þurft að taka eins meira tíminn en þeir með eiga það líka, þeir lokuðu vel á mig sérstaklega í fjórðuleikluta, ég krátuðu rosalega teginn þannig að ég komst ekki á staðina sem ég vil vanalega fara á og kredit á þá, þetta er besta varnarlið á deildinni. Upp og niður tímabil, nú lokið á okkur. Það er svona á skalanum 1-10, hvað myndir þið gefa þessu tímabili? 0. Ég er í þessu til að vera Íslandsmeistari, ég er ekkert í þessu til að detta út í áttaúrslitum í oddaleik. Og við allir, við erum með mikið metnað og við viljum gera hlutina vel en þetta er samt eitthvað til að byggja á. En í Keflavík er ekki metið tímabil út frá því hvort við endum í áttaúrslitum eða hvað það hafa verið að reyna að vinna titla í Keflavík á hverju ári. Sorry. Það er svona. Ef við spólum áfram, hvað sérðu sjálf á næsta tíma? Þú mætir eftir blátt og hvítt? Já, ég meina það kemur bara ljós. Ég er bara svekkjandi á þessu tap akkurat núna. Og við erum bara eftir að setjast niður, ég og Keflavík og ég er náttúrulega ekki með samning út núna. Það er bara út þetta tímabil, þannig að förum bara yfir það í róleitunum en ég lofa því ef ég verði í Keflavík næsta vetur þá verði allt tímabili, annarkvort ekkert eða allt tímabili. Þetta gengur ekki og þetta er ekki gott fyrir neitt að ég sé svona inn og út og það riðlar rosalega miklu og tekur langa tíma að komast inn í það og þannig er það bara þannig að ég tek náttúrulega líka svolítið mikið á mig að riðla leiknum svolítið mikið að ég sé alltaf að koma inn og út og þannig að auðvitað er það líka partur af því af hverju við erum svona seinir í gang. Takk fyrir.